á annan fyrirlesturinn í fyrirlestraröð Félags fornleifafræðinga og námsbrautar í fornleifafræði við Háskóla Íslands. Fyrirkomulagið verður svipað og síðast fyrir þá sem mætti þá, þannig að við byrjum á hálftíma fyrirlestri og síðan tökum við spurningum í lokin í gegnum spjallið, þannig að þá getið bara skrifað spurningarnar inn í spjallið og þeim verður beint til fyrirlesarans. En fyrirlesari dagsins í dag er Ragnheiður Gló Gylfadóttir sem hefur starfað við fornleifarannsóknir frá árinu 2003. Hún útskrifast með meistaragráðu frá Háskóla Íslands í fornleifafræði árið 2008 en sama ár hóf hún störf við Fornleifastofnun Íslands og hefur starfað þar síðan við margvíslegar fornleifarannsóknir og þá sérstaklega á sviði fornleifaskráningar. En hún ætlar einmitt að kynna niðurstöður slíkrar rannsóknar í dag. Og velkomin Ragnheiður. Já, takk fyrir Hólmfríður og ég vona að þið heyrið öll í mér. Og þið ættu nú að sjá fyrirlesturinn til hliðar, en verkefnið stærsta framkvæmd Íslandssögunnar, kortlagning á áheitum frá 20. öld í Flóa og Skeiðum, fjallar 3 áheitur á Suðurlandi, það er Miklavatnsmýra, Skeiða og Flóaáheitu. En þær voru gerðar á árunum 1910 til 1928. Verkefnið hlaut styrk úr Fornminjasjóði árið 2018 og rannsóknarsjóði Ástríðar Sigurðardóttur og Haralds Sigurðssonar árið 2019. Ég fékk að auki framlag frá Flóahreppi, Árborg og Skeiða- og Gnúpverjahreppi í formi loftmynda. Áheitin náðu yfir 16.000 hektara svæði sem nú tilheyrir þessum 3 sveitarfélögum. Og til að setja þetta í stærra samhengi þá er talið að tún og öllu landinu á þessum tíma hafi verið 22.000 hektarar. Ég kem til með að tala mest mannvirki í Flóahreppi. Aðalskráningu fornleifa er lokið þar og ég hef svona mesta yfirsýn yfir það svæði. Aðalskráning fornleifa fór fram í Flóahreppi á árunum 2008 til 2018 og þessi mynd er tekin á fyrstu dögunum þegar ég geng fram á þetta. Áheituskurður með fossandi vatni. Og þeir eru þarna allt. Sumir líkjast stórfljótum, erfitt er að stytta sér leið á milli minjastaða og krækja framhjá þeim. Og svo eru það flóðgarðarnir sem kvísluðust allt. Og þetta vandamál var viðvarandi á stórum svæðum öll 10 árin. Og fljótlega varð mér ljóst að hvorki var hægt að kortleggja og skilja minjar tengdar þessum áheitum né aðgreina frá öðrum eldri garðlögum á svæðinu með hefðbundnum skráningarlaðaferðum. Og einnig reyndist erfitt að staðsetja minni mannvirki líkt og stíflur og brýr. Ástæðurnar eru annars vegar gríðarlegt umfang mannvirkjanna og hins vegar sú staðreynd að ekki voru til heildstæð kort af áheitunum sem gáfu skýra mynd af endanlegri legu og hönnun. Í Flóanum eru ótal garðlög, mörg þeirra flóðgarðar og víða eru minni áheitukerfi sem þjónuðu nokkrum bæjum eða hverfum. Og þær eru flestar gerðar á seinni hluta 19. aldar og byrjun þeirra 20. Og í mörgum tilvikum er ógerlegt að greina á milli þeirra og hinna eiginlegu mannvirkja Flóaáheitu. Aðalskráning fornleifa hófst árið 2019 á Skeiðunum og þar er sama vandamál upp á teningnum. Það eru ekki til heildstæð kort af Skeiðaáheitu. Markmið verkefnisins var sem sagt að gera heildstæð stafræn kort og þekjur af áheitunum 3 í landfræðilegum upplýsingakerfum sem ég ætla að kalla GIS og leggja með þeim hætti mat á ástand og varðveislu þeirra. Staðsetning, hlutverk og ástand minjanna var í forgrunni og ég vildi skoða áheiturnar með augum fornleifafræðinnar. Það hefur mikið verið skrifað tilurð þeirra en lítið sem ekkert nýtinguna og hvernig kerfið virkaði. Það er mannvirkin innan þeirra. Fyrsta skref verkefnisins var gagnaöflun en áheitukort eru til af flestum jörðunum sem nýttu áheiturnar á Þjóðskjalasafninu, Þjóðskjalasafni Íslands og Héraðsskjalasafni Árnessýslu. Kortin sem ekki voru til á stafrænu formi voru skönnuð inn og hnitsett. Og líkt og þess að sveitarfélögin til afnota loftmyndum. Og samhliða notaði líka gamlar loftmyndir sem eru varðveittar hjá Landmælingum Íslands. Og næsta skref var kortlagning.
Ég fór yfir kortin sem ég safnaði í hluta 1 og færði þau inn í GIS og út af þeim vann ég þekjur, það punkta og línur og gögnin og aðalskráningunni voru notuð eftir þörfum. Og niðurstöður verkefnisins að stórum hluta sjálf minja kortin og þekjurnar. Og vinnsla stafrænu gagna var sett fram myndrænt og rannsóknarspurningum verkefnisins var svarað með þeim hætti í lokaskýrslu. En í henni að finna mun nánari upplýsingar þessa rannsókn. En áður en í lengra haldir ætla ég bara að fara örsnöggt og kynna fyrir ykkur þessar 3 áveitur. Miklavatnsmýraráveita elsta og minnsta áveitan og heimildir þessa áveitu eru stopular. Hún var 2000 hektarar og náði til 35 bíla í austanverðum Gaulverjabæjar og Villingaholtshreppi. Það var mælt fyrir árið 1910 á herforingjaráðskort danska landmælingamanna sem þið sjáið hér til hliðar og unnið að framkvæmdum árið 1911 til 1912 og áveitan var tekin í notkun árið 1913. Það var sem sagt ekki gerður nákvæmur uppdráttur af áveitusvæðinu áður en framkvæmdir hófust, bara af aðfærsluskurðunum eða skurðakerfinu. Áveitan virkaði upp og ofan, en endalok hennar voru árið 1939 þegar ákveðið var að fylla upp í flóðgáttina og sameina flóáveitu. Og aðfærsluskurðurinn greindist í þrennt í vestur-, mið- og austurálmu. Það eru rauðu skurðirnir sem þið sjáið þarna á kortinu. Og þessir skurðir dreifðu vatni á allt áveitusvæðið. Og gert var ráð fyrir að aðrir skurðir yrðu á landamerkjum jarðanna. Ekki vitað hversu langt skurðakerfi áveitunnar átti að vera, né hvort allir skurðirnir hafi verið gerðir. Það eru fáir flóðgarðar sem voru í áveitunni. Það eru til dæmis bara ekki neinir flóðgarðar í Miklavatnsmýrinni sjálfri. Það eru ekki til áveitukort af einstökum jörðum, einungis yfirlitskort frá árunum 1919 og árið 1940 gerði Ásgeir L. Jónsson kort af áveitunni þá sem hluta af flóaáveitunni. En það í svipuðum skala og hér til, og þið sjáið það á skjánum. Þetta eru það í stórum skala, þetta gríðarlega stórt. Ef þið sjáið bendilinn minn koma hérna, já. Hérna eru Ragnheiðarstaðir, hérna bærinn Fljótshólar og hérna Skógsnes. Þetta það stórt, já, þannig að maður næri ekki að greina neinn mannvirki. Áveitan var næst í röðinni og gerð á árunum 1917 til 1923 í landi 20 jarða og náði yfir rúmlega 3100 hektara svæði. Það var þrisvar mælt fyrir þessum áveitum, á árunum 1906 til 1915 og alltaf á herforingjaráðskort. Það kort sem þið sjáið hér varðveitt á Þjóðskjalasafninu og úr nokkurs konar smjörpappír. Og það búið að rissa skurðakerfið með blýanti á kortið. Vatnið var tekið úr Þjórsá og veitt eftir einum aðfærsluskurði. Hann þessi svarta lína hér. Og hérna allt þetta blýantsriss sem þið sjáið, þannig að ansi erfitt að gera sér grein fyrir hvernig þessi áveita leit út. Í heildina varð allt skurðakerfi áveitunnar tæpir 66 kílómetrar að lengd og eftir að framkvæmdir voru hafnar var mælt fyrir nauðsynlegustu flóðgörðum og þau kort eru varðveitt á Þjóðskjalasafni Íslands. Kortin eru gerð af Halldóri Pálssyni líklega 1925. Og hér eitt slíkt kort. Hér sjáum við skurði. Og hér annar skurður, tún á þessum tíma sýnd græn, eitt heimatún hér og hérna annað heimatún og þessar grænu línur eru flóðgarðar. Áveitan var endurbætt og flóðgörðum bætt við hana allt fram yfir 1930. Áveitan var síðast nýtt að einhverju marki árið 1951. Tekin úr notkun árið 1975 og fyllt upp í flóðgáttina.
En það kannski rétt að ítreka að lengra haldi þessi áhættukort sem ég að sýna ykkur eru gríðarstór. Sum eru 1 meter á kant og önnur stærri, þannig að það er kannski erfitt að greina smáatriði á þeim hérna á skjánum. Framkvæmdir við flóaáhættu hófust árið 1922 og flóðgáttin við Hvítá var opnuð vorið 1927. 155 bændur voru hluti áhættunnar auk nokkurra eyðijarða sem einnig voru nýttar. Áhættan var 11.500 hektarar og skurðakerfi flókið og ekki var gerður nákvæmur uppdráttur af áhættusvæðinu áður en framkvæmdir hófust. Í staðinn var notast við uppdrátt af dönsku herfræðingaráskorti sem finnst ekki. Á þessu korti sem þið sjáið eru mælingar gerðar 1907 og þá voru allar áhætturnar sameiginlegar og það var sem sagt ekki raunin. Þetta er sem sagt ekki rétt kort. Það reyndist óhjákvæmilegt að gera allnákvæman flatarmálsuppdrátt af áhættulandi hverrar jarðar eftir að framkvæmdir voru hafnar og var sú mæling gerð leið og það var mælt fyrir flóðbörðunum, líkt og á skeiðunum. Og þau kort voru gerð á árunum 1925 til 1935 af Ásgeiri L. Jónssyni og eru til af flestum jörðum í Sandvíkur, Hraungerðis og Villingaholtshreppi, en lítið fannst að kortum í Stokkseyrar og Eyrarbakkahreppi. Skurðakerfi flóaáhættunnar er 300 km langt og til að stjórna vatninu voru gerðar 80 stíflur, rúmlega 200 brýr og 810 km af flóðgörðum þurfti ef að hefði átt að nýta allt áhættulandið. Fram til ársins 1930 var verið að styrkja áhættuna með flóðgörðum og nýjum áhættuskuðum, en þetta er í raun og veru sammerkt öllum áhættunum. Það var ekki búið að gera öll mannvirkin í staðsetja þegar það voru teknir í notkun og þær voru í raun aldrei kláraðar. Því miður finnast afar fáar heimildir framkvæmd flóðgarðahræðslu á einstaka jörðum. Þeim var hagað til eftir aðstæðum víðast hvar. Sums staðar var legu þeirra breytt frá áætlaðri legu samkvæmt teikningum og sumir af flóðgörðunum voru bara aldrei hlaðnir. Árið 1965 hófst heildarframleiðsla flóans og þá voru skurðir flóaáhættunnar grafnir upp, breikkaðir og dýpkaðir. Í verkefninu voru 101 áhættukort hnitsett, 77 af flóa- og Miklavatnsmýraráhættu og 24 af skeiðaáhættu. Vinnu við verkefnið var lýst hérna framar en þetta er dæmi hvernig stór hluti af rannsókninni fór fram. Þið sjáið hérna áhættukort Gaulverjabæjarhverfis. Það er sýnt hálf gegnsætt ofan á nýrri loftmynd. Öll mannvirki sem tilheyrðu áhættunum og hægt voru að staðsetja teiknaði upp í gys, það eru svörtu rýminnar. Og ég teiknaði bæði upp þau sem voru horfin og þau sem sjást merki Og í lýsigögnunum voru færðar inn margvíslegar upplýsingar áhætturnar eftir þörfum, svo sem staðsetningu mannvirkja, hlutverk, tegund og ástand. En bara svo að komið skýrt fram að það var tilgangurinn með þessari rannsókn að staðsetja öll mannvirki líkt á skurði, flóðgarða, stíflur, brýr, geymslur og hvað eina. Flest kortin eru nákvæm og það gekk vel að hnitsetja þau með einstaka undantekningum líkt og í þéttbýli og smærri engjasvæðum. Og þetta áhættukort Gaulverjabæjarhverfis er alveg gríðarlega flott. Bæjarvatnið er alveg á réttum stað og það er hægt að sjá hvaða jarðir nýttu hvaða hluta af engjónum. Það eru tóftir, leiðir. Það er alveg gríðarlega mikið af flottum smáatriðum á þessu korti. Og svona lítur þetta allt saman út. Það eru upplýsingarnar af þessu 101 áhættukorti, loftmyndum og skráningargögnum, komin saman í eitt. Hér er skeiðaáhættan, hér niðri er Miklavatnsmýraráhætta og restin er flóaáhættan. Ég reyni að sýna ykkur hérna á kortinu. Ekki er ólíklegt að einhverjar upplýsingar vanti einfaldlega vegna þess að heimildir fundist ekki. Eins gætu einhverjar minjar hafi verið túlkaðar vitlaust og ekki taldar hluti af áhættunum eða öfugt. Og þegar kortið er skoðað, sést vel hversu fáar heimildir eru varðveittar minni mannvirki í öllum áhættunum.
Skurðarkerfi þeirra vel þekkt og margir af þeim enn í notkun, en minjar sem eru umfangsminni og féllu úr notkun snemma var ekki hægt að staðsetja nema í undantekningartilfellum. Stíflurnar, það eru grænu punktarnir á myndinni, ættu að skipta tugum ef ekki hundruðum í ávitunum öllum og flestar minni stíflur og flóðlokur voru líklega bara grafnar burtu við endurbætur á skurðarkerfinu milli 1960 og 1970. Hið sama má segja brýrnar, þær ættu að skipta hundruðum. Ég þykist vita hvar fleiri brýr voru staðsettar, en ég hef ekkert í höndunum til þess að staðfesta það að þær tilheyri áveitukerfinu. Og til að draga þetta aðeins saman kom í ljós að staðsetningu og hönnun minni mannvirkja, hún var ekki ákvörðuð leið og mælt var fyrir skurðarkerfi áætlunarinnar. Sú vinna fór fram eftir að framkvæmdirnar voru hafnar. Og sökum alls þess fjarri því að til séu kort af mannvirkjum og áætlunum eins og þær litu út. Og þess vegna var heldur ekki hægt að leggja mat á hversu mikið af mannvirkjunum horfið eða eru varðveitt. Það sem sagt ekki hægt að leggja bara mat á áætlunum. Það kom sem sagt við skráninguna þá fann ég 4 tóftir eða skemmur sem tilheyrðu áætlunni og þær eru sýndar þarna á kortinu. Þetta voru sprengjugeymslur til að geyma dínamít og verkfæri og ég fann þær bara þarna þar sem við flóðgáttina. Það var mjög áhugavert. En annars gæti staðsett stíflur og brýr. Og nú ætla ég að sýna ykkur dæmi úr rannsókninni sjálfri. Þetta áveitukort Stokkseyjarhverfis. Nokkur lögbýli nýttu engjarnar og fyrirhugað var að gera þétt net flóðgarða inn á milli þurrkskurða í engjum, en sú varð ekki raunin. Þriðjungur flóðgarðanna var ekki gerður og sumir eingöngu hlaðnir að hluta. Þeir sem voru gerðir sjást með svona feitum línum og þá sem vantaði eru hérna. Þið sjáið það, þessi hérna eru bara hálfir og mikið vantar. Þetta áveituland jarðarinnar Skeiðaholts á Skeiðum og var hluti af Skeiðaáveitu og það gríðarlega mikill munur á áveitukorti jarðarinnar og þeirra mannvirkja sem voru gerð. Aðfærsluskurðurinn liggur þvert hérna í gegnum, það bláa línan, í gegnum land jarðarinnar og sést enn, en enginn af upphaflegu flóðgörðunum var gerður. Þeir sjást sem svona mjóar grænar línur teiknaðar á kortið, en þeir flóðgörðar sem voru gerðir eru þessi hérna 3 svartar línur. Og í raun má segja að kortið sé bara óþarft, fyrir utan það staðreynd að vera góð heimild landnýtingu sem bara eflaust á sér aldarlanga sögu. Og þessi mikli munur á hönnun og staðsetningu mannvirkja á flestum áveitukörtum Skeiðaáveitu. Sem sagt frábær heimild margt annað en áveituna. Það eru sýnd heimatún og hérna sjáðu þið Nátthaga og einu einstaka korti á Skeiðunum eru merkt minjar. Og það var eingöngu hægt að svara þeim markmiðum sem ég lagði upp með í byrjun á fullu á 2 jörðum. Og ein megin ástæða þess að ég gat það var sú að heimildamenn voru til staðar fyrir báðar jarðir og þeir vissu hvar þessi mannvirki var að finna sem ég var að leita eftir. Og ég ætla að sýna ykkur aðra jörðina Galtastaði, en hin jörðin kallast Tún, en báðir eru hluti af Flóaáveitu. Á Galtarstöðum var ómetanlegum fróðleikum nýtingu og gerð áveitunar safnað saman í riti Sigurjóns Erlingssonar fyrrum bónda, sem ber hið skemmtilega heiti Áveitan á Galtarstöðum. Og þetta kort sem hann lét gera fyrir sig í þessu riti. Ég ætla að vona honum sé sama ég sé að birta það hér. Jörðin afmarkast að mestu af lækjarfarvegum sem voru grafnir upp og nýttir sem hluti af áveitunni eftir atvikum. Einnig voru lækir innan jarðarinnar stíflaðir. Áveituhólfin á jörðinni voru 4 talsins. Eitt þeirra var í norðvesturhorni jarðarinnar og þaðan rann vatn úr læk sem ekki var tengdur við skurðarkerfi áveitunar, heldur rann Mýravatn í hann.
og ekki er heldur ljóst hvort að sá hluti áveitunar var eldri. En önnur jörð sem heitir Efrivöllur nýtti jafnframt þennan hluta. Og Efrivöllur var ekki hluti af Flóaáveitu. Og svæðið sem ég er að tala um er hér. Á kortinu hans eru flóðgarðarnir grænir, stíflur rauðar og áveituengin eru svona ljósblá. Hin hólfin 3 voru sunnan við bæinn og hérna er áveitukort jarðarinnar og þetta svæði er hér. Ég vona að þið sjáu hvað ég er að gera. Hérna. Á kortinu eru sýndir 3 flóðgarðar en sá sem var merktur 3 var aldrei hlaðinn. Hins vegar voru 2 litlir flóðgarðar norðar í lækjarfarvegum sem voru stíflaðir og vatni veitt að áveituormum þaðan. Alls voru 11 stíflur á galtastöðum og ein þeirra var jafnframt brú. Flóðgarðarnir sjást ennþá á skurðirnir en allar stíflurnar eru horfnar. Þannig að það er bara út af Riti Sigurjóns sem ég vissi að þessum áveituparti fyrir norðan jörðina, annars hefði ég ekki vitað að þetta hefði verið hluti á áveitunni eða hefði verið einhver mannvirki þar. Og sem er alveg gríðarlega áhugavert. Og hérna sjáum við þessi flóðgarðinn sem var ekki hlaðinn. Hann er hér. Hérna er hann horfinn og þeir sjást ennþá hérna uppi þessi litlu bútar. Og það var annað atriði sem olli mér vandamálum í þessu verkefni, en það er skortur bara á rannsóknum á sögu vatnsveitinga hérlendis. Það er ekki mikið vitað áveitur til forna á Íslandi, en í Flóanum erum við vísbendingar áveitur nánast frá fyrstu tíð og fram til okkar tíma. Á fyrri hluta síðustu aldar voru nokkur áveitumannvirki friðlýst og hér er til gamans uppmæling af friðlýstum áveitumannvirkjum í landi Bjalla í Landsveit. Fjölmargar áveitur hafa verið skráðar allt land, en engu að síður eru þessar upplýsingar oft brotakenndar. Oft er ekki vitað hvað jarðir nýtt áveiturnar, hvar stíflur eða önnur mannvirki voru staðsett og jafnvel er ekki lengur þekkt hvaðan vatni var veitt á engjarnar. Og svo náttúrulega dreifast áveitur oft yfir nokkrar jarðir og kannski ef maður skráða þær yfir nokkur ár. Þannig að það er bara mjög erfitt að eiga við þær. Ég veit einungis til þess að 3 hafi verið grafið í áveitumannvirki hérlendis. Nýlega var grafið í flóðgarð Flóaáveitu á Selfossi, í svokölluðu Björkustykki. Í landi Hoffells í Nesjum var grafið í flóðgarð frá seinni hluta 19. aldar. Og í landi Miðskers, einnig í Nesjum, var grafið í flóðgarða sem var tímasettur frá 16. öld. Og allt er þetta framkvæmdatengdar rannsóknir og könnunarskurð að ræða. En það væri náttúrulega gríðarlega áhugavert að skoða betur þessu 16. öld. Það er alveg frábært að hann hafi fundist. Ég skráði 36 aðrar áveitur í Flóahreppi og gera því betur. Ég hafði hugsað mér að kortleggja eitthvað af þessum eldri áveitum með skipulegum hætti í þessari rannsókn, en umfangið var of mikið og auk þess sem mun ítarlegri heimilda- og vettvangsvinnu þyrfti til að gefa þeim kerfum viðeigandi skil. Þessi mynd er af engjum Hróarsholtshverfis og gráu línurnar eru eldri áveitumannvirki, hin eru tengd Flóaáveitu. Og þessar eldri minjar eru samkvæmt svona tiltækum heimildum líklegast frá 18. og 19. öld. En allt er þetta sama stað og tengjast saman einhvern veginn. Ummerki enn eldri áveitu eða garðakerfi eru engjum nokkurra jarða, flestar í hinum forna Gulverabæjarhreppi. Og þessi fornu garðlög eru frábrugðin 19. og 20. aldar flóðgörðunum á svæðinu, bara ekki síst vegna legu og umfangs þeirra. Og eitt þeirra, Kolsgarður, hefur yfir sér þjóðsagnakenndan blæ, en sagan segir að konur í Kolsholti hafi gert sér tíðar ferðir til að hitta húsfreyjuna á Ragnheiðarstöðum og til að auðvelda ferðina átti hann að hafa hlaðið garð á milli bæjanna. Þráðbeinan garð og ég held þessu 9 eða 12 kílómetrar á milli. Kolsgarður sést enn í bútum í engjum nokkurra jarða, en það er ekki einn samfelldan garð að ræða heldur nokkra garðbúta.
það hafa orðið miklar breytingar á landslagi og gróðurfari, en garðlögin virðast liggja á milli mýrardæla. Þau mynda gróna, breiða og lága hryggi í landslaginu og lækir renna meðfram þeim að hluta sem gerir þau óljós og þau eru víða horfin. Og til að flækja málin enn frekar þá liggja flóðgarðar, flóaátunar og miklar mýrarátunar eftir fornu garðlögum á nokkrum svæðum, svo dæmi séu tekin. Og hér sem sagt land Kolsholt, ég vona að þið sjáu þetta, og hér land Saurbæjar. Landamerkin eru sem sagt hér. Hér Kolsgarður. Hann líka hérna, hann gríðarlega óljós. Og svo eru til heimildir hann hafi líka legið eitthvað hingað, en sá hlutir horfinn. En í landi Saurbæjar, hinn með landamerkin, þá Kolsgarður hér. Þannig að þetta alls ekki sama garð að ræða. Hér fann ég annan hluta og hérna fann ég annað garðlag. Svo virðist það liggja líka áfram hérna. Og eins og þið sjáu, þetta allt á milli mýrarflóða og í mýrum. Ég veit ekki hvað þetta en bara að ég tekið mig að legunni þá ég gengið út frá því að þetta séu áveitur. Hérna aftur loftmynd. Svarthvítar loftmyndir eru teknar á 1995. Og hér á þeirri loftmynd teiknaði ég hérna upp gamalt garðlag. Þetta í landi Hugs, en tilheyrði áður Gulfærabæjarhverfi. Og síðan loftmyndin var tekin árið 1995, þá búið að gera tún hér og garðlagið horfið. Og það munaði litlu að stór hluti færi einnig þegar þetta nýbýli var byggt bara hér fyrir sirka, 2, 3, 4 árum. Það brú, hérna á garðlaginu hlaðin brú yfir þessa hérna rás. Og það talað þetta garðlag í örnefnalýsingu sem kallast Kolsgarður sem var gerð af nokkrum bændum í Villingaholtshreppi 1980. En þá vakti þetta garðlag áhuga þeirra og þeir reyndu að aldursgreina Kolsgarð í Kolsholti. Og þeir grófu í hann sjálfir og sögðu að væri í öskulag frá árinu 1500 yfir honum. Hvort það sé satt eða logið veit ég ekki, en þetta gefur okkur vissa vísbendingu aldur þessara garðlaga. Þannig að já, þetta mjög áhugavert, finnst mér. Og hér sjáum við önnur garðlög. Þetta sem sagt land þetta hérna land Hamars og þetta Kolsgarður í landi Hamri. Á loftmyndin frá 95 sé ég að búið slétta hérna yfir, en það eimar fyrir því hér líka og svo fann ég annan garð hér. Og hérna sjáu þið kannski líka vandann sem ég á við að etja. Hérna kemur flóðgarður flóaátunar. Það flóðgarður flóaátunin á óna og liggur hérna áfram. Hérna eru flóðgarðar flóaátunar. Og svo kemur við í land Skógsnes og hérna eru miklir forngarðar. Hérna sjáum við mýrardælu og þeir virðast enda hér. Hérna liggur einn, hérna annar niður og svo má greina þennan vel hérna áfram. Hérna hann óljós. Og aftur, þetta í engjum, þetta í mýrum og svona á milli flóða. Og öll þessi garðlög sem ég búin að sýna ykkur síðast, þau eru fjarri alfaraleiðum. Og þau þarfnast mun ítarlegri rannsókna og kortlagningar. Og svona þetta komið heim og saman. Þannig að þau finnast þarna, suðaustast í Gulfærabæjarhreppi. Og jú, líklegast yfir í Stokkseyjarhrepp eða Árborg í dag. En þetta hefur ekkert verið skoðað og eftir að skoða þetta í Árborg. Þannig að já, ég hefði viljað gera meira, en umfang 20. aldar áhættunar of mikið. Það eru viss svæði í flóanum sem eru gríðarlega spennandi þegar horft til áhættuna. Og ég í raun og veru bara rétt búin að krafsa í efsta lagið. Það áhættur frá 20. öld. En það annað sem ég komst að við þessu verkefni, að það ótrúlegt hvað nýting engja hefur verið skoðuð lítið svona almennt séð. Engjar hljóta hafa skipt gríðarlega miklu máli í öflun heifings og upphafið bara búsetu hérlendis og verið í það. Þetta nánast bara óskrifað blað.
Og svona til gamans þá enda ég hérna á mynd af Kolsgarði í landi Kolsholts og hérna næst okkur liggur flóðgarði Flóavatn þvert yfir hann. En já, annars segi ég bara takk fyrir og hef ekki meira til málun að leggja í bili.